Já, sigurinn í dag mótið Sunni, hvernig sem alltaf tilfinningi eftir þennan leik? Bara góð, alltaf gott að vinna og skora 3 mörk, mikilvægt og taka færin okkar vel og varnarleikurinn góður, þannig að tilfinningin bara er mjög góð. Það er alltaf margt sem búið tekið úr þessum leik bara við framistöðuna. Já, eftir að við færðum okkur og hættum að tala úrslit og fara að tala framistöður, það hafði verið að ná í ágætis úrslit. Varnarlega var framistæðan mjög góð í dag, ég var ekki nógu sáttur með spilamennskan á boltann, ég get alveg verið heiðarlegur með það, við vorum að reyna að vinna svo mikið og við gátum í landsleikjahljóðinu en við vorum að taka rangar ákvarðanir og of mörgum mómentum sem við gætum gert betur. En heilt yfir get ekki kvartað mikið, við skorum 3 mörk og tökum því færi, skorum því færi sem við fáum nánast, þannig að ég get ekki kvartað mikið en varnarlega þá voru við góðar í dag, mjög, já. Svo þetta er svona einu melli kaflaskiptur leikur, þið samt voru með alveg leikinn allan mest í fyrsta áleik, samt missið svolítið í seinna áleik bara í lokamínútur. Hvað gerist þar? Já, sko, það er svo gaman að vera ósammála, sko, mér finnst það gaman. Mér fannst við ekki vera með tökin á, mér fannst við vera með tökin án boltans í fyrri áleik, já. Það voru ekki skapað sem mikið en það voru samt allt og mikið boltan og þrýst okkur allt og neðar á völlin og við vildum vera ofar á vellinum en þegar við vorum bara komin að verja okkar markteig bara með 8 leikmenn í fyrri áleik. Það er bara ekki það sem við viljum gera, en Stjarnan er bara hlúst þeirra, gott fótboltalið og það er þrýst okkur þarna niður. Þannig að mér fannst við vera of neðarlega á vellinum og Stjarnan þrýst okkur of neðarlega niður í fyrri áleik. Seinni áleik þá þegar við skorum 3 áleiki þá svona fer vindurinn sem á frá Stjörnunni úr þeim og þá einhvern veginn fannst mér leikurinn bara svona pínu bara deyja út og Stjarnan að gera bara feiki vel eða síkli game out eins og þau sagt það. 50 var upp í 5. sæti hérna í dag, hlýtur bara mjög greiðalegu svona mikilvæg sigurinn þetta fyrir 4. Já, allir leikir eru mikilvægir, allir sigrar eru mikilvægir, alveg sama hver og hvar og hvenær og hvað stendur, sko. Við erum bara alls ekki þeim að vera að horfa á hvernig stundum í tölunni, heldur við erum bara að horfa á það að við erum að spila móti Val í næstu umferð. Við tökum bara leikir og sigrar næra og sigrar eru góðir og frammistaðan er góð og meðan að það er, það verður að halda í það, af því það er svo fljótt að breytast í hinn áttina að við verum að halda við sem eitthvað betur en við verum. Ég er svo nefnilega Valur næsta leik, þegar við ekki unnið 5 leiki í röð, alltaf að gera 6 leiki. Það er alltaf markmið, en við þurfum líka að bera virðingu fyrir því að við erum að spila móti bikarmeistarinn fór í fyrra og við erum að spila móti Val með hörkulið og góða þjálfara. Þannig að við erum að mæta mjög ansiðan erfiðan út öll og Hlíðarenda næsta sunnudag, við sunnudag eftir viku. Þannig að ég bara á í dag og svo morgun fyrir við bara að skoða Valslið og það er að leikinn alltaf móti Þrótti bikarnum miðvikudaginn, við getum skoðað aðeins hvað er að gera þar og svo bara æfum vel næstu viku og klára þann leik. Það hlýtur að gefa bara ykkur mikið fyrir stafina þannig leik þá bara fyrir þann leik. Já, klárlega og ég meina við erum á fínni siglingu skilur og það vantar Aldi í dag og vantar Eyrún í dag og vantar Silvi og vantar Helga, við erum líka lent í Skagaföllum og leikum sko inn á skiptamáli, Ólína og Halla voru næst búin að setja 4. markið hérna hjá þeim, góður innkomur frá þeim tveim í dag, Hildur fyrir Ólína og Hildur, þannig að hérna við erum bara góð stað og það er bara mikið stemning og fjör og hérna stelpurnar eru bara fókuserar, æfa vel, sinna æfingavikunum sínu vel, hugsa vel sig milli æfinga og það þarf bara að halda áfram, skilju. Svo getur vel verið töpuð næsta leik og þá mögum við ekki fara heldur og neðarlega, skilju. Við mögum ekki fara á hátt í tilfinningaskálanum, við mögum segja þetta áður og segja þetta aftur. Þannig að frábært að vinna, ótrúlega ánægður að vinna jafn gott lið á Stjörnuna og svo er það bara Valur næsta leik. Takk fyrir, gangi vel. Takk.